Föstudagsþátturinn heldur áfram á þessari líka blússandi siglingu og við ætlum að halda áfram að tala það sem verður í boði af ferðahelgum sumarsins. Því verslunarmannahelgina þá fara fram sæludagar í Hörgársveit. Hingað til mín komin Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Vertu hjartanlega velkomin. Takk. Sæludagar, hvað felst nákvæmlega, hvers konar sæla fyrir það sem ekki hafa komið? Sælan kannski bara pínu vísbending í bara sveitasæluna. Já. Við erum Hörgársveit og dagurinn pínu svona grundvöllurinn að deginum það að íbúarnir að bjóða heim. Þetta skipulagt af íbúum. Þetta væri ekki í gangi ef íbúarnir væri ekki að taka þátt. Þannig að þeir að bjóða heim í alls konar skemmtilegt. Það verður í boði að koma og heimsækja ótrúlega flott hjón sem eru hundaræktendur hjá okkur og eru með sleðakeppni og svona alls konar og ætla að sýna það, hvernig það fer fram. Já, já. Og svo mögulega verður eitthvað í boði í Jónasarlaugin okkar sem að allir þekkja. Þannig að það verður eitthvað í boði þar. Inn í Öxnadal verður hægt að heimsækja líka sveitabæ þar. Þannig að við teygjum okkur svolítið vel út í sveitina þar sem að Hörgársveitin nær alveg inn í Öxnadal, inn í Hörgárdal og svo alla leið Arnarneshreppur nær bara að Dalvíkur byggð. Já, þetta gríðarlega stórt svæði. Já, og inn á Akureyri, svo hinum megin. Þannig að við teygjum okkur vel og þetta dreifir sér vel. Það verða gönguferðir í boði líka með leiðsögn heimamanna. Þannig að það verður af ýmsu að taka og svo sjálfsögðu verður á Hjalteyri verður fullt af viðburðum í boði þar allan daginn sem að enda síðan með máltíð og flugeldasýningu sem svona árlegt. Þeir eru alltaf með svona sérstaka hátíð hjá sér líka sem þau hafa verið með í fjöldamörg ár. Já, já. Sem að svona restin af hátíðinni hefur svo sprottið út frá. Já, í rauninni skilst mér að það sé svolítið þannig sko. Já. Að þetta var fyrst svona Hjalteyrar hátíð, held ég verið fyrst 1985. Já, hvorki meira en ég minna. Nei, og svo held ég að sé þannig að þetta, þegar að sveitafélögin sameinuðust, að þá var farið að halda svona þessa stærri viðburði hér og þar og við náttúrulega erum með svo rosalega sterk félagasamtök í sveitinni, bæði leikfélag og kór og hestamannafélag og ungmennafélag og svona og þau hafa yfirleitt komið að þessu með einhverjum hætti og þannig að þau svona voru mikið með þetta líka í upphafi sko, komið að þessu. Þannig að þetta er svona kannski búið að þróast svona síðustu ári þá þetta meira dreifðara. Það í rauninni ekkert svona eitt svæði nema bara Hjalteyrinn sem svona einhver ákveðin útgangspunktur. Þannig að nú þetta bara svona hér og þar og fólk býður heim í garða og bara alls konar skemmtilegt. Það líka örugglega mörguleyti sérstæða hátíðin. Ég meina flestar hátíðir sem fara fram verslunarmannahelgina eru sko á einhverju einu stóru sviði og svona. Þetta mjög merkilegt í raun og veru. Já, mér finnst það sem eiginlega svona einkennir sæludaginn akkurat þetta. Að það eru íbúarnir, þeir standa bak við þetta, þeir að bjóða heim og það eru þeir sem að gera þessa hátíð það sem hún og það bara svo ótrúlega magnað að það ekkert þó svo að við höfum alveg lent í því að vera með viðburð og það voru sko 200 mann sem að mættu og það var fjallganga. Já. Þannig að það alveg líka það vel mætt í þessa viðburði og þeir eru skemmtilegir, þeir eru öðruvísi og þetta svona maður hefur heyrt svona fólk að fólk fer í sveitina og tekur sér svona pínu tekur sér rúnt, fer hringinn í sveitinni. Það bara, við sendum út dagskrá hvað í boði og og það bara velur sér upphafspunkt og svo keyrir það bara hringinn og stoppar bara við og tekur sér bara svona daginn í þetta og margir gera þannig og enda síðan niður á Hjalteyri í svo mat kvöldi sko. Já. Þannig að þetta oft svona dagurinn fer í svona bara rúnda og heilsu upp á náungan. Já, og njóta sveitasælunar á svona persónulegum nótum. Algjörlega. Við höfum verið hingað til mjög heppin líka með veður. Allan síðan ég byrjaði með þetta, það hefur verið alveg ótrúlega frábært og þannig að flesti viðburðirnir eru svona eiginlega undir beru lofti. Það eiginlega bara þannig. Einmitt.
Og hvar svona, ef fólk situr heima og er að velta fyrir sér hvað ætlar að gera verslunarmannahelgina og áhugið þess hefur vaknað núna, hvernig ber það sig að finna sko upplýsingar um dagskrána? Hvað verður nákvæmlega í boði? Já, sko, við erum með Facebook-síðu, segi ég, Sæludagurinn í Hörgársveit, þar sem að allar upplýsingarna koma inn og dagskráin kemur þar inn þegar hún verður alveg orðin endaleg hjá okkur. Já. Og svo kemur hún líka inn á hörgársveit.is, reiknaði með. Þannig að það er hægt að fylgjast með þessu þar. Þannig að fólk það bara að fletta þessu upp á Facebook og þá missir það ekki af neinu. Nei, en svo þegar að nær dregur kemur þetta líka í, fyrir okkur hér í N4-blaðinu. Já. Kemur dagskráin líka þar. Akkurat, þannig að fólk getur líka farið inn á n4.is og fundið þetta þar. Já. Og Akureyringar náttúrulega fá þetta inn lúguna og sjá þetta allt betur útlista þegar nær dregur. Já, þannig að þú ert búin að sjá þessa hátíð síðan 2017. Er ekkert erfitt að skipuleggja þetta? Sko, nei, af því að ég er eiginlega bara svona, ég held utan þetta. Já. Mitt hlutverk er eiginlega mestu að bara halda utan þá sem að ætla að vera með viðburði. Ég auglýsi fyrir þá og svoleiðis á Facebook og set saman alla dagskrána og pikka kannski í einhvern sem að ég finnst að hafi mögulega áhuga á því að gera eitthvað sko. Já. En svo, þetta eru bara íbúarnir sem að gera þetta. Ég er bara svona, held þessu pínum bara saman sko. Já, viðburðirnir koma til þín. Þeir koma til mín. Já. Það er sem að það eru margir hátíðarskipuleggjendur sem vildu vera í þeirri stöðu. Mjög þægilegt hvað það var þar. Nei, þetta er ótrúlega spennandi og við hvetjum þetta bara alla sem vilja upplifa sveitasæluna til að mæta á sæludaga í Hörgársveit verslunarmannahelgina. Já. Og náttúrulega bara leita sér upplýsinga þetta og fylgjast vel með. Já. Bara gangi ykkur ótrúlega vel með þetta. Ég hlakka til þess að sjá hvað verður í boði. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk hérlega.